þarna út í heimi sem vil minna þetta sé eitt besta lag allra tíma. Það er oft erfitt að tala svona lögin sem að maður sjálfur í. Þetta svona eins og börnum manns. Já. En það svo sem ekki þetta neita, þetta virkilega flott lag. Já, þetta með betri lögum sem ég hef heyrt. Já, þetta aldrei samt verið að spila á MTV en einum öðrum stöðum. Mér finnst það alveg ótrúlegt. Já, ættu ekki að reyna að senda það þangað? Já, allavega að hringi í þá. Segast þeirra með gott lag. Já, menn klukkan orðin rúmlega 4. FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan fimmtudaginn. Nei, fimmtudaginn, þennan þriðjudaginn segi ég. Og já, beint á móti mér situr hinn nýgifti Sverrir Þór Sverrisson, verður velkominn. Útsi mamma, giftu maður. Já, gæti minn. Þú hefur breyst mikið? Nei, ertu bara alveg eins? Já. Já, en þetta svona eitthvað betra fyrir ykkur á pappirum og svona. Já, ég á nættur að kvitta undir það. Já, ok. Það glemtist. Í alveg? Já. Já, ok. Hvað skýta á það? Ég þarf að fara að hitta prestinn og kvitta á eitthvað drasl. Ég sá að þið fengu hérna séð og heyrti í brúðkaupið ykkar og myndir svona hann í blaðinu. Allt kósi. Það er eitthvað gæði hérna sem að var fyrir auðvitað kirkjuna, sko. Já, það var náttúrulega, þetta var á menningarnótt. Já, þetta var á menningarnótt. Þannig að það var náttúrulega bara að stappa niður í bæ og þeir löpuðu bara úr kirkjunu beint út í bæinn. Já. En miðað við þessa opnu í séð og heyrt, sem að fólk ætti nú bara að kíkja á, þá kem ég betur út úr henni heldur en þú. Já, ég viðurkenni það. En þú veist að ég er svona, við höfum oft rætt það, ég nú ekki með svona stundvísari mönnum sem þú þekkir? Það ég ekki alltaf á réttum tíma? Já, þegar þú mætir á eftir brúðurinni í kirkju, þá ertu með allt lóðurétt niður í þig. Hvernig mun svona halda að ætti sök á þessu? Hlunkurinn? Já, ég var þarna í samfloti með vinafólki og það var bara allt og seint á ferðinni. Já, og svo líka hverjum ekki drullu sama, sko. Já, ég meina, ég náði öllu það helsta í kirkjunni. Já, ég sagði Þrautan hafi verið gaman að sjá hana labbinni, við ekki hana. En þetta var æðislegt og virkilega skemmtilegt og óskaði til hamingju sem og hlustendur og Já, takk. Hlustendur FM 95 Blöð, óskaði Sveppa Krull til hamingju með brúðkaupið. Já, takk. Gift maður. Þú ert fávit. Við erum með stórkostlegan þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Já. Og ber þar hæst hitaklefin sem er svolítið skrítinn á þessu sinni. Já, það verður spennandi að hlusta á hann fyrir fólk. Já, fólk ætti nú bara að staldra við, sko. Ég held að þetta verður svolítið skemmtilega. Málið er að það er einhvern veginn enginn að skýta á sig núna. Þetta er fullt að liða að skýta á sig í þjóðfélaginu, en einhvern veginn náðu við ekki neitt og Nei, enginn sem við gátum hringt í og okkur langaði samt að vera með hitaklefa. Þannig við ákváðum að hringja bara nokkuð símtöl í bara eitthvað lið, bara út í bæ. Random númer. Já, bara random númer, bara stimpluðum einhvað bullinn og byrjuðum að öskra á það og já, ég allavega hafði gaman að því og ég held að hlustendur eiga eftir að hafa gaman að því líka. Já. Ég skemmti mig konunglega. Já, og svo erum við líka með sturlaða staðvindur á sínum stað. Við ætlum að fara hér í atkeppni sem að getur farið fyrir ofangarða neðan. Stundum er það virkilega gott, stundum ekki. Það fyrir bara eftir einhvern veginn ati heppnast. Og við erum ennþá eftir að plana hvernig ötin eiga að vera. Við fyrir mig þá eftir. Það tengist oftast smáulisingunum bara. Já, mér finnst þetta alltaf steikt, sko. Já, það getur verið gaman að þessu. Og svo erum við, skal ég líka segja með, við ætlum að hringja til Kína. Já. Skulum að prófa það. Já. Við einhvern veginn, við föttum það bara hérna fyrir í dag, við höfum aldrei hringt í Kína og... Nei, ég bara held á tímabili að það var ekki hægt. Nei, þetta er virkilega... svo ofsalega langt í burtum á þetta. Já, þetta er svo fjarlægt manni. Fjarlægt manni, menningin þarna og allt öðru. Hefur þú komið til Asíu? Ég held ekki. Ekki fyrir utan þessu einu ferð sem maður mátt ekki tala um? Nei, já, þegar ég fór með heim að gunna. Nei, ég hef komið til Dubai. Já. Ég held að það sé í Asíu. Það er í Asíu. Já, þá erum við komið til Asíu. Já, ég skilji. En þú er aldrei komið til Kína eða Thailand eða eitthvað svona? Nei, ég á það eftir og þetta er vist alveg bara paradís. Já, mér langar rosalega að sjá þetta. Það segja allir sem að fara til Thailand sem sé stórkostlegt að vera. Já, og það er líka svo góð þjónusta og svona. Þú færð allt upp í hendurna. Hefur einhvern tíma séð þunglindan Asíubúa? Aldrei? Nei, ekki þegar maður fyrir að pæla í. Nei, ég ætla að vona þetta hljóma ekki eins og einhverju fordómar, en einhvern veginn bara alltaf þegar ég sé fólk frá þessum hluta heimsins, minnstu alltaf svo hress. Og allir glaðir og þú horfir á japanska og kínverska sjónvarpsþætti. Það er bara eins og þetta lið sé búið að sniffa límið eitthvað. Já, og líka bara þegar maður er að reyna að íta þessu fólki frá í rúllettunni, þá er þetta samt alltaf einhvern veginn hlægjandi. Þetta var hættilegt að skulum fá fyrsta lag þáttarins. What are we to do?
Warrior og já, ég held að þeir sem að hlusta reglulega FM 95 blöð, þeir svona taka alveg eftir hvaða lög ég fíla sem kom inn á stöðina. Já. Því að þetta er svo, Hjöppi vildi meina, ég er svona eins og lítill krakki, ef ég fíla eitthvað, bara spila því aftur og aftur og aftur. Já, fær aldrei nóg. Já, en veist það, ég fór samt að hugsa út í þetta, hvort að maður ætti að minka, en svo núna finnst mér þetta lag alveg geggjað. Og ef ég væri einhvers þar að vinna, eins og ég hitt oft fólk sem er að segja bara, það er leitt að hlusta þegar maður er í vinnunni og svona, og þá myndi ég alltaf fíla þegar þetta lag kæmi. Ef ég vill hlusta á það hér inni, okkur vill þá ekki fólki í vinnunni hlusta á. Já, nákvæmlega. Finnst þetta ekki flott lag? Já, er þetta réttlæta þetta eitthvað? Já, ég veit ekki okkur. Bara topp lag hérna ferð og öllum drullu sama. Nei, þetta er mjög, sko, ef að ég segja sér gott. Já. Þá er það gott. Því að það er nú ekkert mörg lög hérna sem er þinn tippolli, sko. Nei, ég læt bara, ég er harður, sko. Já, og þér þetta flott lag. Já, fínast lag, fínt. Það er hins vegar komið að slúðrinu hér. Já, langt síðan ég hef heyrt slúður. FM 95 blöð, ávast í hveitibröðstöðunum hann daginn. Ég ætla að byrja slúðupakkan á George Clooney. En hann er grjótharður stuðningsmaður Barack Obama sem er, í að reyna að fá endurkjör sem fórseti Bandaríkjanna. Já. Og George Clooney hélt núna þriðja svona event reisi, hann er að safna pening fyrir hann og safna pening fyrir kosningabaráttu Obama. Og var að halda núna þriðju veisluna og safna hann þar, yfir, sko, við erum að tala í íslensku peningum, svona einhverju 70-80 miljónum. Vá. Og hann er alltaf að halda einhver partí heima hjá sér, en núna, þetta var endur ekki heima hjá hann núna, þar sem hann býður fólki, svona, þú veist, DiCaprio og einhver svona liði. Já. Og svo er svona, þú veist, uppboð og bara vera að safna pening fyrir Obama. Já, og hann er bara vantar Obama pening. Já, í kostninga, hvað heldur að kosti svona kostningapartí í Bandaríkjunum? Já, það er bara... Þú veist ekki að hengja bara eitthvað 2-3 plakkut að auglýsa Monsters of Menni hérna í Hljómskálagarði, sko. Þetta er öll þjóðin sem þú varst að reyna að ná til. Það er rétt. Ég fór svona að hugsa hérna Íslandi og reyndar, Simmi var náttúrulega að hjálpa Ólaði Ragnari Grímssyni, mannstu? Já. Hann var með eitthvað svona partí í garðinum með honum, en ég held það var nú samt engin svona fjáröflunarsöfnun með það. Nei, þetta er alltaf öðruvísi á Íslandi, maður. Já, þetta er samt sniðugt hjá Clooney. Sérðu, þú veist, það er ekki dónalegt að, sko, fórsetin, það er mjög líklegt að Obama verði endurkjörinn. Já. Það er ekkert leiðilegt að vera bara með Obama bara í gemsanum, bara sælinu, herru, ég safnaði nú fyrir, leið okkar aðeins að kíkja. Já. Kannski með fjölskyldunni eða eitthvað bara, svona að kíkja á þig. Já. Og líka það er eitthvað vesen í gangi og getur alltaf hringt í forsetan. Já, nákvæmlega. Það er sjúklega töff. Við hefðum átt að sleikja okkur meira upp við Óla Ragnar þegar hann náttúrulega kom í þáttindulagar. Já. En mér finnst einhvern veginn þegar ég er að lesa þetta, við hefðum getað gert betur, Sveppi. Já. Við hefðum getað verið með... Og maður bara það, maður hefur þetta ekki alveg í sér, sko, að vera eitthvað svona sleikja upp fólk, sko. Nei, en það hefði samt verið svo gaman að geta... Já, það hefði verið svo gaman að geta, þú veist, hringt í hann. Það væri mjög þakkláttur manni kannski. Já. Bara Óli, með aðeins kíkja. Já, banku upp á og líka bara, veist, aðstofa mann. Já. Skilur þú? Nákvæmlega. En við stóðum okkar, kom nú hérna í spjall og eitthvað. Já. Svo er það næsta slúður og það er að henni Lindsay Lohan greinu. Hún bara ætla vist ekkert að rífa sig upp úr ræsinu. Það er ekkert flóknara það. Það er alltaf sami aumingjasteinbillin yfir henni í öllu slúðrunni hérna og ég sagði hlustandi frá því daginn að hún var sem sagt að vera ásakað með að stela í einhverju partí. Alveg rétt, já. En hún fekk samt að fara heim til sín en nú er það komið ljós að hún er víst svona the biggest suspect eða svona, þú veist, aðal, hvað segir maður, suspect, hérna. Hún liggur mest undir grunn. Já. Og það er... Fyrir hvað? Herru, hún var í einhverju partí í Hollywood hjá einhverju vinafólki sínu. Það var stólið skartgripum og sólglerum fyrir $100.000 sem eru 12 miljónir íslenska króna. Okay. Og það eru nokkur í veislunni sem að, það var hún Sam Magid sem að hélt þetta partí fyrir viku síðan. Já. Og það voru nokkur vinir og vinkonu hennar sem að sáu Lindsay Lohan og aðstofakonu hennar verið að setja í veski og annað. Já, okay. Voru það fullar? Já, þetta partí stóð í sólarring, þannig að ég held hún að verið einhverju öðru en bara áfengin, hún að verið að blanda þetta 50-50 vodka Red Bull. Já, en það náttúrulega er góð aðsökun, sko, verið fullur. Já, ég menna það, þegar hún hitti lögreglu og sagði, ég var full. Já, ég gerði þetta sinni þegar ég var úlingur. Að stela í partí? Já. Og íbarsta, hvað er lélegt maður? Já, ég fór líka og skilaði öllu daginn eftir. Já, ok. Ég stal geisladiskum. Já, ok. Ég og Þrándur, maður hvort að Þrándur var með einhver, þá var ég búinn að tróðfylla alltaf vasa geisladiskum og okkur fannst þetta svo ógeisla fyndið. Svo fórum við fannir að taka. Þetta var eitthvað partí sem við þekktum ekkert hver áttu heima, þetta var bara svona... Samt ömulegt. Samt ömulegt. Það er samt ógeisla fyndið að vera að stela bara einhverju svona litlum
myndum og fylla vasana einhverju svona drasli einhverju. En svo fórum við skiluðum öllu og sáum eftir þessu og refsuðum okkur með því að berja hvern annan. Já, það var flott hjá okkur. Þannig að þið refsuðu okkur öðrum, en hún alltaf, það verið að kæra hana núna og þetta ekki gott því að hún á probation, stúlkan, eftir að hafa rænt einmitt skartgripum í einhverja skartgripaverslun. Hún virðist vera bara haldin einhverja svona stelifíkn eða. Já, en það oft með svona fólk sem á allt, sko. Hún á ekkert allt, hún búin að spila allt úr buxunum, sko. Aha. Já, ég held hún sé bara að reyna að viðhalda neyslu sveimi þá. Já, ok, þetta alveg þar. Já, þetta oft hérna líka með fólk sem búið að vera í svona barnastjörnur. Já, ég veit það. Sérðu Macaulay Culkin maður? Já, nei, ég sé hann alveg ekki, hann orðinn svo Já, bara ef hann snýsir á hliðina þá hverfur hann. Já. Sko, hérna, hún náttúrulega búin að vera í bransanum síðan hún var 30 ára. Já, ég veit það, hún var að byrja að leikja auglýsingum og foreldrar hennar eru náttúrulega aumingjar. Já, ok. Mamminar var að reyna að vera með eitthvað raunveruleika þátt á E-Channel. Ég fylgist með öllu þessum viðbjóð einhvern veginn, ég veit ekki okkur, og man ekki alveg, ég fljótu bara hvað mamminar heitir. En þá átti það semst að ganga út á þegar hún að umgangast dætur sínar og jamminu með þeim og eitthvað. Hvers konar horfbjóður þetta? Það eitthvað sem ég geti séð þig og mömmu þína í, svona raunveruleika þátt. Það eitthvað sem ég bara ræði við Pálma Guðmundsson. Já, bara Hutti Blöð og Hatti í raunveruleika þættum. Og Mæ og Dæja. Þetta byrjaði alltaf í Alias. En hérna, allavega, Lindsay Lohan, vonandi, maður Óskarinn allsins besta, en hún með all lóðrið, það ekkert flóknara það. Svo ætli enda þetta slúður á Lady Gaga, en hún var í viðtali á dögunum með Rolling Stone tímariti. Nei, Vogue, segi ég. Hún var í viðtali við Vogue og hún búin að vera núna með sama manninum í 1 ár og hann heitir Taylor Kinney og leikari. Hún segir að þau séu mjög hammingisum, en hún sé enga veginn tilbúin að settle down, eins og stendur hér. Og það ekki séns að hún ætli bara að vera með sama manninu sem eftir ævinnar. Hún segir að, nú ætli ég bara að lesa þetta orð rétt. She is not gonna settle down with Taylor Kinney anytime soon, insisting that she wants to party and screw around. Já, hún að segja þetta sjálf? Já, þetta hún að segja viðtalið við Vogue sem þetta nú ekkert eitthvað slúðutímaritt. Ég hef alltaf haldið ágætlega upp á hana Stephanie Joanne Angelini Germanotta. Já, sem Lady Gaga. Sem uppalega nafnið hennar. Já. Ég var að googla það. Hvað heldur ég vitið það ekki? Þú þekki kallinn. Ég þekki kallinn. En ef þetta eitthvað sem hún vill heyra, þú ert kærasti, segjum bara, hún mun frægar en hann þó hann sé leikari. Segjum til dæmis sem að ég væri bara með Lady Gaga. Væri búin að saman í ár og mamma væri eitthvað að tala um mig bara hvernig gengur, bara rosalega vel, því það mikið sem. Svo ég bara að lesa í einhver viðtali og hún hafði engan áhuga að fara að gifta sig og vill bara djamma og leika sér. Ég tek öllu svona með fyrirvara. Já, kannski. Ég held nefnilega, þetta svona, nú hún Haldur betur einhverju ímynd. Já, líka nú hún bara með manninu sínum að lesa blaðið, bara skellir hlæjandi, bara drænkandi kampa inn í einhverju penthouse íbúð, sko. Það ekki annað. Þeir skrifuðu þetta. Ég elska, eða skilu. Já, ég skilu. Herðu, þetta var slúður. Ég er alltaf efins með allt. Ég veit það. Ég er efasendamaður. Það er gott hér. Þetta var slúðupakki dagsins. Já, fínt. Já, og við ætlum að fá hér, lag sem að líka er miklu uppáld hjá mér. Það er Too Late með Svessa. Þetta er Chubby Little Loverboy, Svessi Bergmann. Ég séð heyrt eitthvað svona, það var eitthvað svona heyrst hefur að Sverrir Bergmann sé ástsjúkur. Já, það er auðvitað bara því við erum að stríða hann með í útvarpinu. Já. Náttúrulega ég er búinn að segja þetta svona 300 sinnum hérna síðan þátturinn byrjaði. Hann bjó hjá þér? Já, herðu, flutt út í gær. Flutt hann út? Já, koma svo til dótið, hann náttúrulega búinn að vera lítið þarna eftir hann kynntist stúlku hér í bæ. Já. Þannig að hann er farinn? Já, þetta er eins og ég sagði á Facebook, they grow up so fast, maður. The kids, hann er bara... Já, bara farinn að heimann og farinn að búa. Þannig að þú ert einn núna? Já, einn, en ekkert einmanna. Einmitt? There's a lot of difference between that. Skilur þau? Það er ekki að sama að vera einn og einmanna, var þetta ekki einhverju lagi þetta með Bakalóti eitthvað? Já, ekki Bakalóti. Nei, einhverju. En hann er farinn, strákurinn. Já, það er gott, ég fagna því. Já. Það er gott að hann er hamingjusamur. Já, er það ekki bara þannig sem það gengur fyrir sig? Já, ég kann vel við Sverrir Bergmann. Já, Sverrir, þetta er bestu vinnupengur. Þetta er hvað gerðu ykkur. Nei, bara, þú veist. Já, toppdrengur. Æðislegur maður. En hann var einmitt að spyrja mig áðan og hvaða lag hann ætti að taka næsta föstudag? Já, ég nefnilega vil fá
Þú vilt alltaf vera svolítið með puttan í því? Já. Ég vil alltaf heyra hann öskra, sko. Já, en hvað eitthvað, þannig að það ekkert sem að þitt eftir í hug í fljótu bragði sem maður láta hann taka? Ekki svona eftir því, ég vil alltaf láta hann vera að syngja eitthvað svona rock, sko. Þetta lag sem hann söng núna, fínt, sko. Já. Og svona gaman alveg að hlusta. Svona huggulegt. Já, en ég vil, veist, hérna, eins og þegar hann að taka Led Zeppelin eða eitthvað, sko. Já. Hefur hann gert það hérna? Já. Tók hann ekki hérna Já. Eitthvað í þeim geira, sko. Hann bestur öskrandi. Já. Það alveg staðfest. Stuðast nærðunum. Já, gætlega. Já. Það styttist hér í, skal ég ykkur segja, sturlaðar staðreyndir, hitaklefa dagsins sem öðru í þessu sinni. Við erum að öskra á bara ókunnugt fólk og svo ætlum við að fara hérna í atkeppni eftir örskama stund. Fáum fyrst Coldplay og Rihanna, Princess of China og þetta líka lag sem í miklu uppáldu með mér. Snerti ekki takkan. Það topp tónlist í gangi eins og alltaf á FM 957. Útsi, útsi. Útsi, útsi. Já, það nýtt. Þeitingur á KFC. KFC, svo gott! Rétta fartölvan fyrir þig fæst hjá okkur. BT Skeifunni og Glerártorgi. Fyrsti vinningur gæti orðið 1,3 milljarðar króna. Þú átt miða, það ekki? Það ekki? Ha? Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. 2 frábærir þættir í opinni dagskrá á miðvikudagskvöldið klukkan 8:20 á Skjá 1. Last Chance to Live. Einstakar heimildarmyndir lífshættulega þungt fólk. Og skrautleg brúðkaup í My Big Fat Gypsy Wedding. My God, they did look like prostitutes. That's how you would describe them. Tryggðu þér áskrift á skjárin.is. Viltu eiga sjóðheita danstíma með heimsþekktum dansstjörnum So You Think You Can Dance? Tryggðu þér pláss á danscenter.is. Við byrjum 10. sept. Glæsileg sýning í Hörpunni í lokin. Kraftmiklir tímar fyrir alla sem elska að dansa. Í tilefni af 5 ára afmæli skólans þökkum við dansgleðina á liðnum árum. Dansgleði með Danscenter og Stöð 2. Það sól í hjarta og blítt úti, eins og maðurinn sagði svo skemmtilega í kvæðinu góða. Já, þú varst af að hugmynd sem ég skotin inn, sko. Já, þetta mjög, við nefnilega höfum gert það í undanförnum þáttum að hringja í móður hans Audda og ástæðan fyrir við byrjum á því á tímabili var vegna þess að Simmi hringir alltaf á laugardögum í mömmu sína. Já, og hún geðið hress og... Hún mjög hress og skemmtileg og við erum ofta að hringja í mömmu þína. Hún nennir aldrei að tala við okkur og alltaf svona stráka hætti og eitthvað svona. Ekki í lagi og eitthvað. Já, og við alltaf að reyna að vera hressir að draga upp úr einhvern fróðleikum lífið. Já. Og aldrei kemur neitt. Þannig að nú langar við að hringja mömmu þína. Já. Og bara mætum henni förum bara á sama plan og hún oft við okkur. Og vera bara geðið þurrir. Vera bara leiðilegir á móti. Ok. Vera bara fúlir. Það byrjar að hringja heima síminn hann. Það tók hvort hún svari. Ef hún svarar þá bara hæ, hvað? Vera bara fúlir. Þegar sko ef við hringjum í gemsan þá ekki vist hún svari. Ef hún ekki heima þess að þá hún vinnunni, þá hringjum við þanga. Ok. Hún ekki heima þess Bróðum vinnuna. Spila Íslands, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hafdís Sveinsdóttir, hún að vinna? Ég verð nú bara aðtöða það fyrir þig. Já, ok. Hún sem sagt á Reykjavík, hlutli. Inn í nóttina. Manstu hvað þáttum þetta lag var? Nei. Það var í Ástríð. Halló. Hafdís Sveinsdóttir. Auðun, ég að vinna, ég ætla ekki að tala við þig. Hæ, þetta sveppi hérna hvað? Fatlaðu, drengur. Ertu að hringja í vinnusíma? Hvað er þetta að gera? Hæ? Hvað er þetta að gera? Vinna. Ok. Sem ég sé ekki sama. Hæ? Sem ég sé ekki sama. Auðun, í alvöru, ertu að hringja í vinnusíman minn? Af því ég svar ekki gemsan. Hvernig var helginu þér? Var að vera að fá sér? Ég ekki strákar. Ég ekki allt í lagi. Gert eitthvað skemmtilegt eða bara fara í bíó eða eitthvað? Hvað gerir það? Heyrðu, ekki vera með þetta smáltók en henda okkur einhverjum brandara þá eða ljóði. Það segir svo nýgifti. Hann fýtt maður. Er það ekki? Verðst ekki að skipta umræðefni? Hvað með einhvern brandara eða eitthvað? Í alvöru. Hvernig stemmingin í vinnunni? Stemmingin, það er svaðaleg stemmingin í vinnunni. Þú lífið. Hæ? Herðu, ok, sko, ég get ekki verið fúll við mömmu. Sveppi vildi vera fúli við þig af því að þú ert alltaf svo þurr við okkur. Já, við ætlum bara að fara á sama plan. Þessna voru þau svona þurrir. Herðu, ná að segja þér eitt, mamma. Já. Gaurinn sem svaraði til að setja okkur í gegn af því þú svarar ekki að gemsa en þú varst ekki heima. Sem var örugglega bara einhver úllingur. Já, ég sagði, herru, Hafdís Sveinsdóttir, er hún við? Hafdís Sveinsdóttir? Já. Og ég held að segja Reykjavík flutli. Ég kannast bara ekkert við þetta nafn.
Vissi hann ekki, ég heiti Hafdís Sveinsdóttir? Nei, vissi bara ekkert hvað þú varst. Ég held að vera aðal manneskjan hana. Æ, ég er náttúrulega nýbyrjaði bara. Það er nokkuð ljóst, hann þarf að fá raskillingu. Hvað er að frétta? Það er allt fínt að frétta en í alvöru stráka, ég get ekki verið að tala við ykkur, ég er í vinnunni. En þetta er líka bara auglýsing fyrir flugfélagi. Þetta er markasetning. Topp auglýsingu fyrir flugfélag Íslands. Já, það. Já, hvað ert þú að gera? Stjórnar þú öllum flugvélum og svona? Já, ég stjórna allu hérna. Ert þú ákveð? Heyrðu, senda næstu vél bara til Egilsstað? Já, þetta er skuldlaust. Hvað er þið mörg á vakt núna? Við erum alveg heill hellingur hérna. Ertu upp í turni? Eitthvað að sæta á stelpur þarna? Hefur heimsótt mig í turnisveppi eða? Þú ert svona prinsessan í turninu? Ég er bara hérna lokuð inn á einhverju skrifstofu. Er ekki einhver tilvonandi mögulega tengdadóttir þarna kannski? Já, þú meinar. Nei, það er náttúrulega, þú fyrir ekki að pimpa sonn þinn. Nei, ekki fara að blanda saman vinnu og engalífinu. Það er ekki sniðugt. Ég nenni ekki að tala við ykkur. Hvað voðalegt þurr? Í alveg. Er það þessi tími mánaðarins eða? Er það þessi tími mánaðarins eða? Sko hérna, við erum hérna með hressan útastátt og FM 957 og við erum að ringa í þérna og verðum til að sína smá leikgliði. Óbúslega eru þið klikkaðir. Ég veit ekki meira að sagt. Við erum alveg saman þó þið séum með hressan útastátt og ég sé ekki nógu ræðist. Ok, en ef að mamma, en ef væri nú með eitthvað nátengdan okkur. Já, byttu, þeim að klára. Og ég væri, sem sagt, að það væri byssa uppið andlita og þú yrðir að segja brandara, annars myndi manneskjan deyja. Segjum bara segjum að ég myndi deyja og þú myndir ekki segja okkur brandara. Hvaða brandara myndir þú segja? Ég kann engan. Já, ok, ertu að bara biðja manninn að drepa mig? Ég fer ekki með vísa fyrir ykkur og ekki ljóð. Myndir þú bara segja þér drefta hana því ég kann enga brandara? Nei, ég myndi reyna að finna eitthvað, ég myndi ekki láta drepa þig. Það fer þetta að koma og beini byss í hausina mér. Þess að fanga að segja einhvern brandara. Lægi. Ok, syngdu aðeins. Nei, og syng ekki heldur, það væri svona svipað þegar auðir í karaoke. Þetta er bara, þetta er eins og að taka viðtal við stein í þetta móðir. Þetta verður til þess að við hættum að ringja þig. Já, mikið rosalega er ég að glemma. Nei, alveg, viltu það að við hættum þessu það? Já. Já, ætlum að kveðja þig. Mikið. Heyrið mig þetta. Það er alltaf yndislegt að heyri þér. Hættið nú. Já. Hils ykkur. Heyrið í vikunni spil. Bye. Þetta náðu þið á henni í gegnum flugfélagi. Já, þetta var alveg síðasta hálmstráði, sko. Já, en þú veist, það var mjög svolítið erfitt að vera svona þurr við hana fyrst. Já, við mömmu sína, það er ekki hægt, sko. Já, hvað segir þið? Þetta er svona, eins og ullingar talaði foreldra sína sem er alveg viðbjóri. Ég var alveg einn af þeim. Og hvað sem ég sé ekki sama? Ég nenni ekki, ég er farinn. Hvað er það þar átum helgina eða? Hvað, og verði ég að koma eða? Já, maður nefndi aldrei neinu. Ég var auðmingi. Herðu, þetta var móðu mín. Hafdís Sveinsdóttir og er eins og allra besta. You're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous, I fly to it. Þeir eiga sameiginlegt að þeir eru báðir barnastjörnur. Já. En munurinn er aðalega Sveppi Bíba. Hann er hálfvit en ekki ég. Er það eitthvað sem þú getur fara að láta börnin, þú veist, hvort þið séð með Sveppa Fíba? Er svona svo Bíberfíber? The Bíba Fíba. Já, við erum með Sveppa Fíba. Já, kannski ekki. Nú getur leikið með þetta. Herðu, múta, alltaf að bress. Já, ég var ánægð með hana maður. Ég er samt bara voðalega erfitt með það, sko. Þú veist, við ætlum að vera þarna þurrir. Það er ekki hægt. Nei. Þannig að hún er svo yndist. Ég veit það. Og ég einhvern veginn svona, þú veist, þó hún nenni ekki að tala við okkur, þá þykir henni það væntum okkur að henni finnst alveg lúms gaman að heyra í okkur heldur. Já, svo vill hún ekki vera leiðileg og skella á og svona. Nei. Hún er alveg. En það er eins og að komið að dagskrálið núna áður við förum í hitaklefa dagsins sem er hér rétt handan af hornið. Þú einhvern tímann lofaðir mér í 70 mínútum að bjóða mér í fylltan kjúkling hjá mömmuðinni. Já, þú komst ekki. Simmi, Jói, það kom allir nema þú, Pétur Jóhann. Nei. Jú, það var kjaftaði. Herðu, þegar matarklúbunum var heima á mér, þá eldaði hún fylltan kjúkling handa okkur öllum. Já, ég kom á sing. Já, varstu ekkert að væla og þér hefur verið boði. Okay. Það er það besta sem að móðin mín gerir. Það er fylltur kjúklingur. Það er stórkostlegt. En það er allavega komið hér að sturlum staðrindum. Já, ég er til hér. Er það ekki? Já. Ok, þá er það fyrsta sturla staðrind dagsins. Meira en helmingur af öllum afsökunarbeiðnum er lygi. Já. Sturlu staðrind og ég fór að hugsa út í þetta. Það er svolítið til í þessu. Já. Þetta er góð staðrind. Já. Og hún er sturluð. Já, en auðvitað þetta er eiginlega bara staðrind. Já. Þetta er, veist, svona, það eru auðvitað stundum byrst maður afsökunar og meina það frá hjartanu, ég er ekki að segja þessu, en það er það helmingurinn, samkvæmt þessu, rétt rúmlega helmingur. Já. En það er rosa oft, maður segir bara fyrir ekki að, maður er ekkert að meina það. Nei, en maður segir eitthvað ljótt við einhvern, og svo sem maður fyrir ekki hvernig letuðu þið í gær.
Ertu þá ekki að meina þá eða? Ég heila að tala eitthvað svona tilhingarskít, sko. Þá veist hvað maður segir. Þú veist hvað ég meina. Þú veist maður. Það svo næsta. Það þriðja, sko, ég laka bara til að lesa það fyrir þriðju styrluðu staðreyndina og ég teka fram að þetta er tekið af síðu. Það er ekki eitthvað sem ég er að búa til. Nei, dráttu myndýri. Nei, en svo númer 2. Í Frakklandi máttu löglega giftast látinni mannesku. Styrluðu staðreynd. Já, það er eitthvað grípið við það og áhugi 0 megin allavega. Já, miðað við, sko, ég var nú að gifta mig. Já, en hún var sem betur fyrir á lífi. Já, og svo þegar hvað gerist þegar presturinn spyr líkið? Vilt þú ganga að eiga Sverrir Þór Sverrisson? Nei. Halló? Á ekki að segja? Nei, er þetta ekki eitthvað bara svona á pappírum með eitthvað, veist, þú vilt Já, bara tekur höndin á henni og lyftur upp úr kistunni og lætur henni að Nei, vitleysíkur, þetta er bara svona meira segjum úr búin að vera með öruglega, ég er að reyna rétt þetta á einhvern hátt, þetta er svo heimst, en segjum út kannski búin að vera með sömu konunni í mörg ár og veist, hún deyr í eitthvað leiðilegt, skilurðu, og þú vilt bara hún hafi verið konaðinn, er ekki eitthvað svoleiðis? Jó, þetta er kannski þannig. Já, hún giftist inn á pappírum með eitthvað svona, ég held að sé ekkert verið að draga lík í kirkjuna og vilt þú ganga eiga brúðkaup og jarðarför. Já, bara 2 fyrir 1. Svo er það næsta sem er eins og ég segi, þetta hljómar skrítið, en þetta er sturluð staðreynd. Kamtjóm, K-A-N-C-H-O, fyrir þá sem vilja svo googla þetta. Kamtjóm er rekkur í Japan sem gengur út á það að tróða 2 puttum óvænt upp í rassinn á vinunum. Það er komið nafni við þetta. Það finnst mér æði. Þetta er einhver rekkur í Japan, þú ert svona að rekja vinin eins og hérna á Íslandi og kannski tekur þú veist, eins og Pétur í gær, hann prumpaði og blést því svona á mig. Það er svona sem menn gera á Íslandi. Já. Þetta er menn bara að taka 2 putta og koma félögum sínum óvart. Já, líka, það er einhver sem sagt, sko, þetta byrjar náttúrulega alltaf á 1 putta. Já, en þá getur þetta ekki kantsjó, þá getur þetta mannsjó. Já, nú er það búið að taka tvistin á þetta, sko. Þegar ég las þetta, ég var ekki viss hvort ég ætti að hafa þetta með, þetta hljómar svo kjánalega, en þetta er sturluð staðreynd. Þetta er það sem við á Íslandi myndum kalla, sko, óvænta tvíhleypan. Já, eða bara kynferðislega áreitni. Svo það næsta sturlaða staðreynd. Óvinnsælasta hljóð í heimi er þegar einhver gubbar. Óvinnsælasta, já. Þannig að það var svona, samkvæmt einhverja gönnum, svona það ógeðveldasta hljóð. Já, næs. Þetta er bara róp, þetta er ekki gubb. Nei, bara reyna. Nei, það var stæðið eitthvað svona. Þegar að spjúan kemur. Já, það var að tala um það. Já. Svo er það, næsta. Bæði Hitler og Napoleon voru bara með 1 eista. Já. Sturluð staðreynd. Já, þetta vissi ég. Já. Kannski lýsir pirringnum í þeim. Já, verður maður pirraður ef maður er bara með 1 eista? Nei, ég veit ekki, þeir voru báðir svolítið pirraðir. Já. Ég er bara með ákveðnas, þú veist. Nei, þú veit það, nei, þú er ekki pirrað, þú sett með 1 eista, verðst ekki að þessu. Hérna, svo er það næsta. Samkvæmt rannsóknum eru karlmenn hrifnar af dökkarum stúlkum en ljósærum. Sturluð staðreynd. Ertu sammálað þessu? Já. Nei. Kona þín er hún ljósær? Já, hún er ljósær. Ég, þú veist ekki það, hérna eins og ef ég fer yfir svona kærustennir mínu lífi, þá er nú verið meira ljósærar heldur en dökkarar. Já. Þannig ég er ekki sammálað þessu heldur. Nei. Þetta finnst, hvernig hljóma þetta? Að samkvæmt rannsóknum eru karlmenn hrifnar af dökkarum stúlkum en ljósærum. Já. En svo er það næsta. Moskítoflugur bítaði ekki bara, heldur mýgar líka á þig eftir að fá sogið úr þið blóðið. Sturluð, þetta eru svolítið ógeðslega staðreyndir í dag. Þetta er bara, sko, hérna... Hversu mikil viðbjóður er moskítofluga? Þú veist, ekki, bara hún er líka niður. Þetta er svo, ég myndi bíta þig í svefni. Já, bara í slagsmálum. Já, í slagsmálum og þú myndir liggja, eða helst sofandi, myndir bíta þig og þú myndir svona, hvað er þetta að gera? Svo bara svona, ég ætla mýga á því. Svo hlanda á mig. Já, svona til að toppa niðurlæginguna. Þetta er moskítoflugur, eftir ég las þessa sturluðu staðreynd, bara þá er þetta með viðbjóðslegri dýrum. Já, ég... Það nómið þessi að sjúur þið blóðið þá er þetta mýga á því í leiðinu, hvað þá í opið sárið. Já, ég bara, hérna, ég hættur að bera virðingu fyrir þeim. Já, ég líka. Ég hafði... Það var vottur að virðingu gagvart moskítoflugum með mér. Já, það er farið. Það dó þarna. Svo er það næst síðasta. Karlmenn skipta 3 sinnum oftar skoðun en konur. Sturluð staðreynd. Sammála því? Já. Nei. Bú. Jó, það getur verið. Já. Ég held að þetta sé þannig að ástæðan fyrir að við skiptum svona oft skoðun er vegna þess að konan kannski spyr okkur eitthvað. Herru, hvernig finnst þér þessi sófi? Mér finnst það bara fínt, mér var alveg til að kaupa hann. Já, mér líst nú betur á þennan þarna nefnilega. Já, mér líst líka, já, mér líst eiginlega bara betur á hann. Þannig að þú vilt meina við sem að skiptum skoðun út af kvenfólkinu? Já.
Já, getur passa. Svo það síðasta sturlaða staðrindin, hún sem betur fyrir ekki af nógislegur og sumar hérna fyrir ofan. Jarðaber ekki ber, en banani það. Nei. Sturlu staðrind. Þetta geðvitt. Banani ber? Já, en ekki jarðaber. En jarðaber ekki ber? Nei, en banani ber. Verður ekki að hlusta það sem ég að segja? Jú, ég bara reyna að melta þetta. Þetta sturlu staðrind. Og það veist að ég verð, þó ég segi sjálfur frásefni, ég sagði þér aðan, maður stöðvast að sækja kaffi, ég var með góða staðrindir alltaf í dag. Já, þetta var frábært. Það voru þér alla góðar. Og þessi síðasta, hún á eftir að halda fyrir mig vöku. Já, bara langt fram á nótt. Já, bara jarðaber ekki ber, en banani ber. Það voru nokkra góðarna. Kantsjórhekkurinn í Japan, frábær. Eitthvað sem við þurfum bara að fara að gera í sjónvarpið, félagarnir. Moskítoflugan, hún ekki bara bítu, heldur mígur á því í leiðinni. Já, þetta er stórkvæslegt. Já, og í Fraklandi mátti að giftast... Bráðni mannsku. Já. Þetta er snild. Þó ég segi sjálf frá, það voru góða sturlaðar staðrindir. Það hins vegar komið að lagi sem að, já, þetta er lag sem ég fíla og eitt af mínum uppáhaldslögum með þessum snilling. Það heitir Stan og er með Eminem. Gamla góða, maður. Hér að fer Stan með Eminem og Dido. Langt að heyrta það maður. Já, maður er ekkert heyrt með Dido på síkasti. Nei, og ekki Eminem. Nei, jú, Eminem gáð plötun daginn, virkilega góð og er að semja nýtt efni. Þetta menna það. Hann er duglegur núna kallinn. Já. En Dido, það er farið minna fyrir henni. Dido. Já, Dido. Steytist hér í hitaklefa dagsins og svo erum við líka að fara í keppnisstrákarnir og svo ætlum við að hringja til Kína. Hvernig þegar maður hringja til Kína? Þú náttúrulega getur ekki svara því, þú er aldrei hringt ákvað. Nei. En þú getur spurt mig. Já, heldur þú tala ensku? Kínverjar? Já, hlýtur að vera. En tala ekki allir einhvern veginn svona smá ensku? Jú, en sko klukkan í Kína núna... Klukkan í Kína! Já, skemmtilegt. Ég held að hún er að verða, sko... Ég held að þessi miðnætti núna. Já, ok, já. Þannig að við gætum, ef við náum að tala eitthvað í Kína, þá getum við actually spurt það, því að núna held ég að það er að detta inn eftir 30 sekundur, þá er að detta inn 29. ágúst í Kína. Þannig að við getum actually spurt eitthvað sem svarar, hvernig dagur er búin að vera? Já, bara hvernig verður kvöldið hjá mér? Já. Já, ætli þetta geti hjálpa okkur að gambla eitthvað? Það eru hvernig fyrir leikurinn sem er í dag. Já, leiði okkur að hesta. Já, þannig að við ætlum að reyna að hringja hérna til Kína eftir, en já, ég hveti ykkur alla til að fylgjast með hitaklefanum sem ég hér eftir örskamastund, þar sem við ætlum bara að hringja í eitthvað lið út í bæ því að við vorum ekki með neitt og öskra á það. Þannig að það verða einhverjir, já, bara complete strangers í hitaklefanum. Já, ég segi bara stay tuned. Lenovo tölvurnar okkar eru tilbúnar í hvað sem er. Komdu við í verslunum okkar og fáðu öfluga fartölvu með 3 ára ábyrgð. Verð frá aðeins 109.900 krónum. Ný hér í Borgartúni og Kaupangi. Ágústtilboðin í 10.11 koma sterkinn. Nóa Tromp á 99 krónur. Snúður á 159 krónur. Ballerina keks á 249 krónur. Freyr X á 69 krónur. 10.11, alltaf opið. CCA og DJ Margeir verði í kjallaranum á 11 í næstkomandi 50. kvöld. Húsið opnar kl. 10 og 1000 krónur inn. Í tilefni af 20 ára afmæli Jazz Black Joe þá höfum við bætt við öðrum tónleikum föstudagskvöldið 31. Já, það er komið að hitaklefa dagsins, en það er svona smá steik í gangi. Já, við fundum engan í hitaklefan. Nei, það er enginn þannig sé að skýta á sig í þjóðfélaginu. Jó, það er náttúrulega allir að því. Já, en enginn einhvern veginn sem við getum látið heyra það. Nei, og enginn eitthvað svona sem okkur datt snögglega í hug, sko. Nei, en okkur langaði samt að vera með hitaklefa. Já. Þannig að við erum að spá í að, sko, hvað... Við ætlum að tvista hann upp. Já, en viltu að ég sé að hringja bara á Dominos og eitthvað svona, eða hvað varst að spá í? Ég sá bara fyrir mér, að hún myndi bara taka upp tólið, stimpla bara inn bara 899, 1218 eða bara 8... bara eitthvað bull, algjört random númer. Ok. Og það bara svarar einhver og hann er bara komin í hitaklefan á hans að vita af því og það getur þess að verið gamall kall á Hrafnistu eða bara, veist, krakki, sko. Ég skilji, ég er til í þetta. Þannig að við hringjum bara núna og bara þá er það bara verið velkomin í hitaklefann og látum hann svo heyra það, en við náttúrulega vitum ekkert hann, þannig við segjum bara, ok, ég er til í þetta. Já, við bara öskrum á hann eitthvað. Já, ok. Bara, hvað, akkur í anskotum að svara í síman þú átt að vera í vinnunni? Eitthvað svona, skilur? Valdur bara eitthvað? Já. Ok.
bara eitthvað bull, 89912 eitthvað. Já, Jón Þór. Jón Þór. Já. Komdu sæll og verður velkomin í hitakleða dagsins. Akkur í anskotunum ert ekki að vinna? Halló. Hvað þykistu vera hann á drengstöyli? Ekki komið tíma og þú hægir eins og maður? Svaraðu! Ertu með allt niður í þau þarna, Jón Þór? Ertu þarna? Svaraðu! Halló! Halló! Þessi var snild. Já, þvílík stemming. Þetta frábært. Þetta steikt. Nei. Að taka hérna Já, meira maður. Þetta æðislega. Þetta svo grillað maður. Hann talaði samt ekkert við okkur. Nei, ég veit það, en hugsaðu þið bara núna. Hvað hann að pæla? Nú hann alveg bara, ok, býttu, hvað var þetta? Af hverju gerðist þetta? Á hvaða plánett er ég? Hvaða dagur í dag? 6.9.8.30. Er sól og máni? Já, það er mjög gott að öskra, sko. Akkur ertu með allt niður þig? Góðan daginn. Já, góðan daginn, komdu sæl og verður velkomin í hitakleða dagsins. Hæ. Akkur ertu með allt niður þig? Hvað þykistu vera? Áttu ekki verið að gera eitthvað annað? Fólk skellir bara á. Já, ef að taka einn enn. Vildu reyna einn enn? Já, einn enn og kannski ekki öskra. Ok, að byrja rólega. Já, svona, bara svona raise the voice slowly. Ok, hvað með eitthvað númer? 698 2419. Ok. Ég veit ekkert hvað það er. Halló. Já, komdu sæl og verður velkomin í hitakleða dagsins. Halló, hver er þetta? Hvað kemur til með að þú sér með allt lóðrétt niður þig? Að ég er með allt lóðrétt. Hver er þetta? Hvað kemur til að þú svarir loksins? Býttu nú við, ég er ekki að tekja röddina. Af hverju ertu ekki í vinnunni eins og venjulegt fólk? Býttu nú við. Svaraðu! Hvað heldur eiginlega á sért? Viltu segja mig hver þetta er? Heldur að þinn skítur lykt ekki eins og annar? Hver er þetta? Hver er þú? Þú ert að hringja eitthvað vitlaust, hvað? Þú ert vitlaus! Herðu, ok, bye. Ekki orð frá þér meira! Hæ? Þú skellir ekki á okkur! Minnst ekki á þetta! Hvað heldur á sért? Hvað heldur þú sért eitthvað betur en ég? Alla fenguðu kaffi. Þetta var æði, eins svona hress. Byrjar að segja, hver er þetta? Jæja, þetta var þess virði bara út af síðustu. Þetta var indi. Við verðum að gefa henni það og ef þú ert að hlusta sem er greinilega enga líkur á, þá að vita hvað hitakleðin er, þá byrðist þið samt afsökunar. Þetta var æðislegt. Það er gaman ég. Childish Gambino, leikari og tónlistarmaður með lagið Heartbeat. Hvað hefur hann leikið? Þetta er nú ekkert frægur leikari, hann leikur í eitthvað svona þáttum. Það var nú einhver að segja mér daginn hvað þættirnir hétu, ég bara manna það ekki. Og svona er par sama, sko. Steytist hér í að við sveppum fyrir mig í atkeppni. Já, hitaklefin var aðeinslur. Já, þetta komur bara skemmtilega óvart að öskra bara á einhvern. Þetta er ógeðslega skemmtilegt. Það er heldur að hafa hitaklefin bara alltaf svona lúla. Já, ég hlakka svo til að komast heim til og geti haldið þessu áfram bara einn. Hittin í stofu að ringja. Bara með krökkunum. Maður gerði þetta samt, sko. Varstu mikið fyrir að gera símaöð, Róðingri? Já, ég líka. Ég gerði mjög mikið af því. Alltaf á þriðjudögum, milli 11 og 1. Já, þú þeir strákandir hittust þá. Nei, ég er alltaf, því að sko, ég var alltaf í skólanum á þriðjudögum. Já. Já, veist allan daga. Já, varstu alltaf í skólanum á þriðjudögum? Vá, skrítið var ekki útskriðast. Þú varst alltaf á þriðjudögum. Og það var alltaf sko, svona, og gat. Já, í skóla, hérna svona skólagat. Í grunnskólanum, í gagnfræðaskólanum, þá var alltaf gat milli 11 og 1. Þá fór ég og Þrándur heim, hringdum í alls konar lið og vorum að rugla í því, sko, krakkan í bekknum. Komum svo klukkan 1 og þá var þetta, heyrðu það, hringdi í mig, alveg fáralegt símtal á hann og þá voru við alveg. Það voru þið. En það er samt, sko, það eru samt skemmtilegustu öll eins og hún gerir. Það er þú nærðið einhverjum sem hún þekkir. En málið er, sko, að við mundum einhvern veginn í þessum þætti aldrei geta gert almennilegt at í einhverju þekktum, held ég. Ég held að þetta er rosalega erfitt að bara alltaf fara að ringja og hrekkja eitthvað. Já, það er kannski eitthvað sem við ættum að skoða. Yngvar bróðurinn sinni, veistu? Já, reyndar, hann þekkir okkur vel. Já. Þetta er kannski eitthvað sem við höfum fara að skoða, að gera ati í fólki sem við þekkjum. Já, vera með tekin í útvarpi. Já, útvarstekin. Já. Þú varst útvarstekin. Ég ætlaði nú að segja þér hérna, áður við fáum huglugt og fallegt lag með Adele og svo síma ad-keppni, talandi síma ad. Þá ætlaði að segja þér hérna frá, að þið viljum líka hringja til Kína eftir. Já.
að sko, eitt stærsta vandamáli í Kína í dag er að fólk notar ekki beltiðar og það er alveg sama hvað er allir bara með buxurnar niður á hæla eða? Nei, bílbelti það svona hálfvitið Já, ég heiti Sverrir Þór Sverrisson og verður hérna í allan dag Nei, sko, hérna að það er sem sagt 90% af ökumönnum í Kína nota ekki belti og það er ekki smá tala 90% og þetta er mikið vandamálar og svo að núna að lögreglan í Kína er alveg brjáluð út í vinsæla bóli sem eru núna í umferð og bólurinn er hvítur en það er svona svört rönd svona yfir hann svona til hliðar þannig að það er eins og sért með belti af því að löggan stoppa þú ert ekki belti að fara í sekt þannig að þarna er svona Það er að reyna að gabba lögguna í alveg, í staðin fyrir að setja bara á því bílbelti Who are you trying to fool, sko? En þetta er ekki það mikið vesen Hvað finnst fólki svona óþægilegt að vera í þessu? Og Kínverinn er nú ekki það stór svona að eðlisvari Nei, menna, veist maður vill ekki fá mælaborðið í andlitið, sko Nei, það fyrir að skarfa fyrir í belti en, veist, hugsaður að fara svo langt bara, herru, ég nenni ekki beltast minn hérna, nenni að kaupa fyrir mig svona hvítan ból sem er með svona svarta rönd yfir eins og ég sé í belti Nú okkur, ég ætli honum í vinnun á morgun Já, ég megi ekki vera með bílbelti, sko Og ert alltaf bara með hann í bílnum Já, það er steikt, sko, mjög steikt Þetta er grilla, en þetta er frétt hérna á preppinu og þetta er orðið mikið vandamál í Kína En við hérna strákarnir í FM 9 hvetjum alla í umferðinni til í Guðanabænum keyrið varlega Já, maður Og í öðru lagi notiði belti Já, ég nota alltaf belti, sko Já, mér er svo gott að við getum svona nýtt þetta til góðs að vera Já, einmitt, notaði belti Ég hefur ekki, mannst ekki eftir því þegar þú varst að keyra ykkur starf mest og alltaf það er bara í Guðanabænum það eru útvarpsmenn og svona í Guðanabænum keyrið varlega Var einhver á 140 þá og bara svona herruðu Þetta er rétt hjá honum Ég var Guðmunds var að segja mér að slaka á best að gera það Já Annarkvort bara keyrur varlega eða þú ert fíbl Já, eða það er verið að planta Já, það er svolítið þannig Það er svona verið að planta þessi bak við eyra á manni Já, ég veit það Þetta er svona gott að hafa í huga Já, og ef við ætlum að fara á væmnunóturnar þá finnst mér ekkert leiðilega heldur en þegar ég er að keyra á Selfoss og tala hann hérna á krossi Hækkar, það er viðbjör Þá er ég alltaf bara djöfull Ég veit það er ógeðslegt Og talandum að vera á væmnunótunum þá ætlum við að fá eitt hérna frá Adele Og þetta lag heitir One and Only Svo er það, atkeppni auðvitað og sveppa Við þurfum að fara í smáauðlýsingar Við þurfum að finna eitthvað til að hringi Nýlegum mælingum á Íslandi er engin munur á eyðslu bíls með N1 bensíni og bensíni frá orkunni. En bíll á Shell V-Power bensíni eyðir 2,4% minna. Það eitt gerir cirka 6 krónur sparnað á lítran. Skeljungur. Í námunni færðu auka krónur með fullt af tilboðum og vörum á hagstæðu verði. Landsbankinn. Freestyle, hip-hop, break, street Dansskóli Jóns Péturs og Köru Dansskóli.is FM 95 blöð á FM 95 Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði Tromplaði daginn Átturinn heitir FM 95 blöð Ég heiti Auðun Blöndal og við hliðina á mér er Sveppi Krull en heitir í rauninni Sverrir Þór Sverrisson Ójá, aldrei gleyma því Og það sem við ætlum að fara að gera núna er eitthvað sem að Sveppi á erfitt með en mér þykir samt skemmtilegt eitthvað það er, sko málið er þetta er atkeppni og við erum bara að opna fréttablaðið núna þetta er ekkert eitthvað undirbúið ati eitthvað þannig að það er ekkert eins og fólk sem er að hlusta á þáttu núna búist bara við einhverju ruglgóðu ati sko. Nei, ég fæ bara alltaf kjánur Já, þetta er bara silly og óþægilegt og vittlust Viltu frekar bara setja eitthvað lag með Pitbull eða í staðin fyrir að leiða fólki að heyra smá fíblaskap? Nei, allt annað en Pitbull sko Ok, prófum þetta Herra, ok, við veljum bara hérna eitthvað, séru Nú er ég búin að opna hérna, fréttablaðið og við erum að velja bara einhverja smálýsingu og við erum að gera ati í eitthvað hérna fyrirtæki hér Bílar Óskast, hérna eru 2 númer Þetta stendur bara vantar ódýran bíl 3 upprópunarmerki fyrir alltaf 200 krónur staðgreitt árið 90 Ok, en við verðum báðið bara að selja notaðan bíl Hérna eru 2 auglýsettir bara ódýran bíl Já Og testa þetta Já, byrju, hvað er grínið? Það er bara einhvað sem þú ert að búa til sjálfur Ég er ekki að fara að hjálpa þér Ég er enda að byrja þannig að það geti hjálpað þér Þú farið undirbúið aðeins betur, þetta er eins og maður að taka falda myndaðilar, þá var oft betri að vera seinni og maður komin í stuð. Sko. Já. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herri, ég er að fara hérna við fréttablaði hérna niður vinnu. Já. Og sá að þið vantar hérna ódýran bíl. Jú, passar. Já, hvað má það vera, hvernig bíl sem er eða? Já, í rauninni, hvernig bíl ertu með? Ég er með eitthvað draslinn út í skúr. Ok. Og hvað ertu til að borga 200 skall fyrir þetta, stendur hérna? Það fer eftir hvernig bíl það er. Já, ég held þetta sé Shareit. Það er hættu Shareit? Já. Ok, árgerð
Ég held hann sé 99. 99? Eitthvað sem ég keypti handa dóttur minn á sínum tíma þegar hún hafði áhuga að búa hérna. Ok. Hvað er hann ekki? Það er nú dött. Herru, hann er í kringum 160.000. Ok. Svipað ég myndi borga fyrir að fá að hitta dóttur minn aftur. Já. Hvað skal ég segja, er hann á númerum eða? Nei, hann er ekki á númerum. Hann er ekki á númerum, það er ekki á númerum. Já. Þannig að hann þarf að fara hann eftir að fara í skoðun. Hvað er þetta gættu betur hérna? Ég veit það ekki. Hann bara hefur ekkert verið á götu. Hann hefur ekkert verið á götu? Ekki síðustu 2 ár. Jú, ég er alveg að kíkja á hann hefur, sko. Áttu börn? Á ég börn, já. Já. Hittirðu þau? Já. Já, til að mikið með hann. Gerir það? Já, og skalt njóta þess. Já. Það er eitthvað, það er eina sem er erfitt með að sjá sér eitinn fara, þetta er svona síðustu minningarnar sem ég á dóttur minni áður hún kallaði mig aumingi og fíbl og fór hérna. Já. Hún er ákvað að skilja bílinn eftir hann, Já, hún fekk bara ekkert það ráði. Nei. Þannig sem menn með ekki fór sér lengur, þá voru allt vitlaust. Já. Hann ætlar að koma að kíkja á tíkina eða? Já, eða ekki. Hann er svona neongræn. Er hann neongræn að liti? Já. Alveg æpandi neongræn? Nei, nú til að fann að reyka hans. Já, ég er alveg... Það eru glæsilegt, þú kíkir á kallinn. Það leitir. Nei, ég var að skella þetta drast. Þetta er svo óþægilegt maður. Þetta er bara rugg. Þetta er bara, ég þarf að smissa þið. Þetta er bara eitthvað svona, bara kjafta. Þú varst bara að spinna eitthvað. Það er það þinn. Já, halló. Halló. Já. Þú köpa nota bíla. Já. Ég köpa nota bíl minn. Hvernig bíl er þetta með? Við myndum að hættu sér eitt. Ég má ekki, á ekki 99. Já, ég er ekki með að keyra bíl lengur. Ég missi prófið. Já. Ég er búinn að missa prófið, ég má ekki keyra bíl. Já. Ég má ekki keyra. Ok. Mamma bannar mig að keyra bílinn, ég selja hann. Já. Hún bílar lengi. Já, 200.000. Hvað segir það? Millifæra. Hvað hann að kosta? Hann að kosta 200.000. Já, 200 og millifæra. Ég hef ekki sendið reikning. Ég hef enga reikningsblöð. Ég hef ekki fyrirtæki. Já. Hann Daihatsu rauður. Hvað er númer á þessu bíl? Númer RZ2310. Ragnar Simsen bílinn minn. Hann er rauður. Kaupan? Ég má ekki keyra bílinn minn. Hvað heitir þú? Ég heiti Einar. Já, sími hér? Ég ekki síma, þú hringir mömmu. Hvað heitir mamma þín? Akkur þú vilja vita hvað mamma mín heiti? Mamma mín er pappi. Þau eru mamma mín. Ég hringi hana. Já, þú hringir bara í pappa. Já. Hvað heitir hann? Einar. Einar? Já, alls ég er Einarsson. Já. Þú Einar. Heitir þú Einar líka? Nei. Herru, ég ætla að skoða þetta. Takk að fyrir. Takk fyrir leiði. Áblæður. Þetta er eitthvað steikt að stafmaður. Nú veitu hvernig þér lögir þegar ég var að tala bara. Þetta er svo óbæðilegt. Maður á alltaf að gera þetta þegar maður er ekki. Já, en sko... Nei, ég var að hugsa út fyrir boxi, sko. Já, þú lest eins og að vera eitthvað að þér. Já, ég gæti ekki fara að reyna. Já, góðan daginn, ég heiti Gunnar. Þannig að þú fórst bara í það eins og að vera eitthvað að þér. Já, ég mætti ekki keyra, sko. Akkurat. Þetta var aðkeppnin. Já, alltaf stutt í sprellið, maður. Nú er það finn. Iglesias og með maður sem kallar sig Mr. 305 eða Pitbull. Þvílíkir snillingar. Já, þetta er lagið I Like It eða mér líka það. Það verður alltaf gulli sem þessi gæði að snerta. Það er svona, ég fíla það. Var kannski svona betri lýsing ef við ætlum að íslenska þetta. Ég fíla. Þetta er eitthvað sem á Jóa. Ástin, ég fíla það. En það var einn að senda mér hérna að spyrja mig á Twitter hvort þetta hefði verið aðkeppni. Já. Af því að honum fannst við náttúrulega það greiti enginn, það vann enginn og það tapaði enginn. Þetta var, veist... Þetta var svo vont, maður. Ömurlegt, maður. Ömurlegt. Þannig ef þetta var aðkeppni, þá var þetta bara hvort aðti var skárra. Viltu taka atkvæðagreiðslu 511-0957 eða? Hvort var betra að? Guðminn. Hvor vann þessa aðkeppni? Það er, veist, ég það er bara 2 og 3, sko. Já, það er bara fyrstur upp í 3 atkvæði.
vinnur atkefnina. Þannig að þeir sem voru að hlusta hér á atkefnina rétt fyrir Enrique Iglesias og Pitbull, þeir þurfa að ringja núna í 511-0957, við viljum svona fá að heyra í hlustendu hvort Atti var skarra eins og við köllum þetta. Tilbúin. FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvort Atti fannst þér skarra? Mér fannst Sveppi. Auðvitað. Hann fór léttan í leiðina. Nei. Já, bara svo. Ég fór bara... Það var heilt hæpur. En ok, ég má ekki fara við því, Sveppi kom atkvæði. Takk fyrir að ringja. Já, ekki mál. Ok, staðan 1-0, það fyrstur upp í 3. Eftir þessa atkefni, okkur að benda það að þetta keppni, þá þarf ykkur að vinna víst og, hvað segir þú, kæri hlustandi? Ég segi Sveppi, klálega. Já. Yes, takk, í alvegni, takk, vá. Fannst þér að skárra eða fannst þér að fyndið? Mér fannst það fyndið, sem það sagði, lægðu inn á mig. Þannig að, lægðu inn á mig núna, já. Milli fæða. Já. Læsilegt þetta, ég hefði betur sleppt að taka þetta inn því að það staðið tömum fyrir Sveppa, takk fyrir að ringja. Já. Og við fáum hér, vonandi ekki síðasta síndali, og nú gaman að ég kemur inn í þetta. Hver var þitt atkvæði? Það Ötti fyrir að vera hræðilega lélugur. Takkar, Pitti atkvæði, I'll take it. Það takk hérlega fyrir það, vinnur. Farin aðna, staðan 2-1 hér í atkefninni. Hver fær þitt atkvæði? Það hann Ötti. Nei, akkur í anskotan. Herðu, að því ég var að vinna með að dóttir mín væri farin og... En heyrir þú heyrir. Það eru 2 strákar búin að hringja og velja þig. 2 stelpur sem velja mig. Þetta verður að vera bara... Já, nákvæmlega. Þetta verður bara að vera. Það verður að vera samkefni í þessu. Það er komið að úrslita, það er takk fyrir að ringja. Það er komið að úrslita atkvæðinu. Hver vinnur þessa atkefni, kæri hlustandi? Hver var þitt atkvæð? Það er Sveppi. Yes! 3-2. Fannst þetta ekki fyndið? Já, þetta var ruggfyndið. Já, var þetta ekki eða bara svona keppni hvort Atti var skárra? Þetta er bara vitleysa, eða vitleysa. Það er eitthvað léleg, sko. Já, ég veit það, en veistu hvað við þurfum að gera, Sveppi? Við höfum að fara í alvöru atkefni og undirbúða það. Það er ekki skemmtilegra. Leggja smá menna þetta. Já, ok. Ok, tökum það fyrir næsta 3. Herru, takk fyrir að ringja. Ekki málið. Takk, elskulegur maður, ég vann. Þú vannst, winning is your fuel, 3-2 fyrir Sveppa. Ég er sigurvegari. Og við heyrðum það alveg greinilega, fólk var svona bara að velja skárra lagið. Já. Herru, hérna er lag sem að nú er ég ekkert búinn að breyta neinu hérna í kerfinu og ég ætla bara að treysta á þetta lag, það heitir Leyndarmál með Ásgeiri Trausta. Hvað kaffi? Ég nefnilega, vinur minn Johnningi var að segja mér að þetta væri geðveikt lag. Tjekkum á þessu. Þetta lag er spilað í FM 95 Blöð, en ég get lofa eitthvað því að ekki í síðasta sinn. Það er fínasta lag. Já, hrikalega flott lag. Ásgeir Trausti hér með Leyndarmál. Það er ekki mikið fyrir nýtt stöf, sko, en þetta fínasta kaffi. Já, þetta er eins og ég segi, fyrsta en ekki síðasta sinn sem þetta lag verður spilað. Leyndarmál og... Já, talandi Leyndarmál, Sveppi. Ertu góður að halda leyndarmáli? Eða þegi yfir leyndarmáli? Já. Ertu? Já, ég er ágættur, sko. Ég er samt svona alveg típan, ef að góðu vinu minn segir mig leyndarmál, þá er ég svona alveg típan sem segir við annan góðan vin minn sem ég treysti, herru, ef ég segir þetta svolítið, þá máttu vera að lofa mér það fyrir ekki lengra. Læta hann sverja upp á börni sínu, eitthvað svona kjaftaði, sko. Þannig að ég er svona, það fer ekki allavega á neitt stað sem að má ekki fara leyndarmáli mitt. Men ég, Sko, ef einhver segir mér leyndarmál, ég er oft bara búinn að gleyma þessu, sko, og bara, mér er alveg sama. Já, ég elska samt svona leyndarmál og slúður. Sem úrlingur var ég hataði ekkert að kíkja á Trúnó, sko. Já, ég er alveg menn voru að henda á sér 2-3 gráum, sko. Já, ég elska þegar það er að segja mér eitthvað sem á ekki verið að segja mér. Já, þú vilt vita allt. Já, ég er líka svo hrikalega forvitin, svona að eðlisfæri. Já, það er þetta rétt. Þess vegna held ég að ég hafi svona virkilega gamla leyndarmálun, sko. Já, ég er nefnilega, mér er alveg sama, sko. Já. Þér svona par sama bara ímislega svona nánast allt. Já, ég held að maður fungir best í lífinu þegar mann er slétt saman allt. Ég veit ekki hvað er oft sagt við mig bara hverjum er ekki drullu sama. Já. Ef ég er að segja til dæmis einhverju sem að... Já, einmitt. Sem að fyrir töðan á mér eða eitthvað. Já, maður bara svona hei. Hætt að pæla í þessu. Já, hverjum er ekki drullu sama? Þér er voða sama. Já, ef einhver segja mér eitthvað, heyrðu, varstu búinn að heyra það, þetta er svona, já, ok, cool, veist, já, ok, og hvað, veist. Hvað er ekki að gera það? Hvert á ég að fara með þessar upplýsingar? Þú mátt ekki segja neinum, nei, ok, veist, ok. En þú hatar samt ekkert ef ég er til dæmis að segja þér frá einhverju, svona, þú veist, einhverju krassandi, þú hefur gaman að þeim. Já, það er misjátt, sko. Já, er það bara ég sem held að það er gaman að þið? Mér er alveg svona, já, ok, það er alls konar fólk alltaf að segja mér eitthvað svona kjaftaði. Ég er kannski að fá mig bara að sopa einu kvöldum og hugsa, þessu eppi á nánað með þetta. Þá ert þú bara að hugsa, hvað er hann að segja?
segja eitthvað krassandi upplýsingar úr einkalífinu. En já, lagið Leyndarmál, flott, við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð og svo það lagið á leiðinni heim og ég er búinn að vera að spyrja hérna á Twitternum hjá mér, ÖTB á Twitter, hvaða lag þið vilja heyra á leiðinni heim. Það eru komin nokkur helviti góð. En það má ekki vera eitthvað lag sem oft spilað hérna, sko. Það þarf að vera eitthvað legendary. Já, það er búið að koma þetta með lög eins og If Drugs Don't Work með Verve, Black með Pearl Jam og já, fullt af góða lögum, þannig að endilega farið inn á Twitterinu hjá mér ef að þið viljið eitthvað gott lag í lagi á leiðinni heim, því að það er hér strax eftir auglýsingar. Morgun þátturinn Magasín á ferðalagi landið. Næstu helgar verður morgun þátturinn Magasín með skemmtikvöld á hinum og þessum stöðum allt land. Fyrsta stopp er á Kaffi Egilsstöðum. Löflegt pubquiz, uppistand, fáránlegar keppnir og löðrandi sveitt ball fram eftir nóttu. Hlökkum til að sjá þig á Kaffi Egilsstöðum laugardagskvöldið 1. september. Morgun þátturinn Magasín. Hej allihopa! Lína Langsokkur og herra Níels bjóða í pönsur helgina, skemmtigarður Astrid Lindgren. Kynntu þér heimkynni H&M, opið í öllum búðum til minnættis, Drottningargatan. Engir vasar, bara skip, vasasafnið. Ég vil sjá þig, Gamla stan. Ópera og kjallari, það getur ekki klikkað. Óperukjallarinn, Óperahuset, Torgi Karlstósta. Hefur þú smakkað elgsbollur? Prófaðu alvöru sænskar frikadellur hjá okkur, veitingastaðurinn Sven Kallhagen. Bættu smá Stokkólmi í líf þitt. Stokkhólmur verð frá 20.800. Icelandair. Það er engin ástæða til að vera kindarlegur þó þú sért að versla á netinu. Ég mæli samt ekki með því að kaupa ferskvöru frá útlöndum. Bróður minn keypti rauða skrautfiska frá Tælandi og já, þeir voru ekki rauðir þegar hann fekk það á tollinum. En þeir kostuðu ekkert svo mikið. Mastercard fé-kort er nýtt fyrirframgreitt greiðslukort sem tryggir þér örugg viðskipti á netinu. Farðu skynsamlega með þitt fé. Sæktu fé-kort á kreditkort.is. Það er eitthvað við nýjan Toyota bíl. Kannski er það lakkið. Toyota, Kauptúni, Garðabæ. Vertu með í fjörinu á Skjá 1. Tryggðu þér áskrift á skjárin.is fyrir 5. september og fáðu 5 sjónvarpsstöðvar, 2 kvikmyndir í Skjá Bíó og 2 bíómiða í kaupæti. Skjár 1. Vertu með í fjörinu. Fyrsti vinningur gætur 1,3 milljarðar króna. Það er vel á 2 milljarð, góðir hlustendur. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Movita Corona er árlega plötusnúðakeppni sem verður haldin í Svíþjóð 17. nóvember næstkomandi. Undankeppni fara fram allan heim og nú á Íslandi. Keppnin fer fram á Gamla Gauknum laugardagskvöldið 1. september. 1000 kallinn og Corona fylgir. Keppendur verða Viktor Birgis, Háskell, Gretar G, Skeng og Kerr. Corona og Gamli Gaukurinn. Stígðu skrefið inn í nútíman og mótaðu framtíðina. ProMent býður upp á fjölbreytt námskeið í vefsíðugerð og vefhönnun, ljósmyndavinnslu, grafískri hönnun og margt fleira. ProMent. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Green Day, hér með lagið The Boulevard of Broken Dreams. Þetta er nú ekki lagið á leiðin heim. Við ætlum að enda á því. En flott lag einhvað að síður. Ég er eiginlega búinn að ákveða lagið á leiðin heim. Já, það komu hellingur á góða lögum inn. Svona eins og einn snillingur sem var að biðja nýja lagið með Muse, Madness. Nokkur að biðja Ég er komin heim og já, fleiri lög. Já. Lights on the Highway. Já. En það já, lagið sem að verður, já, ég ætla ekki að tilkynna lagið á leiðinni heim alveg strax. Ef við ekki fyrst að ringja til Kína. Jú, við ætlum alltaf að gera það. Já, þetta er eitthvað sem við hefum aldrei gert áður við Sveppi og nú er klukkan að verða, já, hún er að verða hvað, 1 í Kína. Solid 1. Það er bara nótt þar og sko eina sem ég er með, þetta er eitthvað númer eitthvað gistiheimili. Já, tjekkum að ég. Við ekki að prófa að ringja hérna eitthvað gistiheimili. Nú maður að fara að þjálfa upp kínverskuna. Já, fyrir asíska drauminn. Þetta er nú bara lengsta, vá, hvað þetta er langt símanúmer. Má sjá. En hérna, segðu eitthvað skemmtilegt menn, ég er að pikka þetta inn. Já, kæru hlustundur, það styttist í lokin hjá okkur Auðunni Blöndal. Lagið á leiðinni heim er hér réttan þegar við hoppi. Er okkur býtið við þetta voru komið það býtið? Já, takk. Nývar. Halló?
你好，有什么事吗？ Do you speak English? Is this China, the country? 外国人。 Hello? Do you speak English? Nei. Hún byrjaði. Já. Þetta var Kína. Þetta var Kína, maður. Þetta er fyrsta skipti sem að ég hringti Kína. Herru, ég er með annan númer. Já, eða þetta aftur, sko. Já, ég tek þetta aftur til öryggis ef að hikkleikar. Ok. En heyrðuru, við vorum talking to, mér fannst þetta bara svona eins og þegar fólk lendur á tunglunu. Já, Iceland, China. Já, það var Íslandingur að tala beint til Kína hérna. Já, bara í beinni útsettingu. Þetta er ótrúlegt, mér líður skringilega. Þetta er manna númer. Já. Sem er jafn langt og hitt. Þetta er alveg, maður er í hálftíma að stimpla þetta inn, maður. Það sé ekki svona. Það er bara hengið aftur í hitt. Ætlaði að hjálpa í manni að tala. 喂，你好。你好。Hello? 请问一下你有什么事吗？ 什么事吗？Do you speak English? 什么？ Smá, do you speak some English? Hello? 我不会说英语。 Yeah, English? Do you speak English? America? No English. No English. Only Speak English. Only Chinese. 你会说中文吗？ Já, einmitt. Hérna, do you have a room available? 哎，我真听不懂这一句，我听不懂什么意思。 Þetta er æðislega tungumál, maður. Do you have a room available? This is Iceland calling. Iceland. Islandia. I don't know. You don't know. What's your name? What's your name? Ching Chang Mang Na Chang? Hello? Ping Pong? What's your up? No. Hi, mong Chakasamale. Help you 为什么可以帮到你的？ Namgiga. Yeah, we have people here. 10 people. 我听不懂这句，我又听不懂。 Það búið að setja allt í upplausn á gistiheimili í Kína, maður. Góðan daginn. Sverrir Þór heiti ég og vil fá að gista. Hola, halló? Hello? Shanghai? I don't... 我不知道你说什么。 Beijing? Er þetta í Beijing? Is it Beijing? Beijing? Er þetta Beijing? No. No. This is Wuhan. Where is it? Sjámla, talaði við okkur, This is Wuhan. Já, ertu ekki góð? Ertu ekki hress, Sjámla? You have to speak English. Komdu, heyrðu. Þetta er eitthvað hasspartí, sko. Þetta er eitthvað... Það er fólk að gíla fötu þannig, ég heyri það bara. Halló? Hello. Halló. Þú verður að tala við okkur, Sjámla. Do you speak Chinese? No. No. Talar ekki kínversku og býrði í Kína. Þetta er nú meira ruglið. Við erum að tjalla. Ötti. Jag heter... Það dói þetta bara, ég var byrjar að tala bara sænsku, ég heter. Þetta er yndislegt. En veistu það, henni fannst jafn fyndið að heyra tungumál okkar. Henni fannst enska jafn fyndið og okkur fannst, þú veist... Það eru örugglega sem er að hlusta núna bara hvað? Hún er bara að tala kínversku og þeim finnst það að fyndið. Það er bara því að mér finnst fyndið að heyra svona skrítið tungumál. Já, bara kínverska, maður heyrir þetta ekkert mjög oft. Nei, en þetta setur asíska drauminn í smá uppnám því að það er ekki að panta hótelherbyggi. Ekki á kínversku? Ég hefði haldið einhvern veginn að fólk í Kína væri búin að læra ensku. Já, við skulum nú ekki dæma heila þjóð út frá þessu eina gistiheimili. Það er akkurat það sem ég ætla að gera. Þarna búa milljónir. Já. Og það hlýtur einhver að tala ensku þarna. Já, búa alveg 1.000.000 manns þarna. Já, þetta er alveg vangið mikið, sko. Já, ég hef hérst að búið með þess að yfir 3 milljónir í Kína. Já. Þetta er það stórt. En það er eins og að komið að lokum hjá okkur Sveppa í dag. Yes, sir. Við erum búin að vera hérna með okkur síðan 4 í dag. Já. Ég og Björn Bragi verðum hérna á morgun þar sem að Pétur Jóhann er að fara í veiðiferð einmitt með Sveppa núna as we speak og það er verið að koma að sækja þið hérna. Oh yeah! Takk fyrir að bjóða mér strákar. Já, þetta er gamli. Já, gamli, þeir unnu Evrópskadróminn og óskaði þeim til hamingju með það. Þeir á leiðinni í veiðiferð að fagna því. Ég fer bara heim til mín og verð einn með sushi. En mæti hérna aftur klukkan 4, takk ég vel á með Rikka G, hann er hérna á leiðinni. Hver er sushi? Sushi, það er nýja kærastan minn. En við ætlum að enda þetta á lægin á leiðinni heim og eftir fullt af góðum uppástungum ákvað ég að velja The Drugs Don't Work með Vörv, stórkostlega hljómsveit og já, svona eitt af mínum uppáhalds með þeim. Yndislegt. Og þetta er líka svo mikið til í þessu. Já, og líka bara, veist, ég veit að Máni á X-inu er að keyra heim. Já, Máni. Og ef einhver veit að drugs don't work, þá er það heim. Þetta er svo óskala fyrir Þorkil Mána. Máni, takk fyrir að hlusta okkur þykja vænti. Já. Og, já, heyrjumst á morgun.
World Class. Byrjum 10. september. Dans fyrir allan aldur. Frítt líkamsræktakort fyrir 15 ára og eldri. Skráning í fullum gangi. worldclass.is. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pizzu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Viltu komast í klikka form? Taktu þátt í 12 vikna lífstílsátakinu þinn líkami. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítran með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Þegar svo við bætist 4 krónu almennur afsláttur með orkulykli eða skeljungskorti, erum við þá ekki að tala fastan 10 krónu sparnað hjá Shell? Skeljungur. 5 stjörnur Fit. Viltu breyta línunum? Móta og lengja vöðva líkamanns og tóna líkamann í sitt fegursta form. 5 stjörnur Fit. Það nýjasta frá New York í hreyfingu. Skráðu núna. hreyfing.is. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pizzu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345.